komið sæl. Vilhjálmur Kári Haraldsson heiti ég og mannustjóri Garðabæjar. Við hjá Garðabæ, við höfum undanförnum árum tekið þátt í þessu þróunarverkefni, virkur vinnustaður. Og þetta gekk nú svona smá brösulega fyrst hjá okkur. Það tók okkur smá tíma að sannfæra leikskólastjórana að taka þátt í verkefninu. Því þetta var auðvitað töluverð vinna. En svona eftir á þá kemur í ljós að þetta verkefni var að mörgu leyti til góða. Mig grunaði ekki þegar við lögðum af stað í þessa vegferð að þetta verkefni myndi fá svona mikla athygli, eins og raun ber vitni. Nú ég ætla að segja ykkur aðeins frá reynslu okkar og reyna að svara þessari spurningu hver er sem sagt galdurinn á bakvið árangursríka viðverustjórn. Mig langar að velta því upp af hverju viðverustjórnin hefur fengið svona mikla athygli að undanförnu og hvað skýrir rauninni vinsældir hennar. Nú, ég ætla að segja ykkur aðeins frá árangrinum í leikskólum Garðabæjar og bæði höfum við haldið utan svona hlutlaga mælikvarða og líka svona huglaga og síðan langar mig að koma inn á þessar áskoranir sem að fylgja viðverustjórninu því að þetta er ekkert einfalt mál. Þetta er mikil áskorun. Og svo að lokum langar mig að draga þetta saman og kannski segja ykkur það sem við höfum svona tekið út úr verkefninu. Þið kannist við umræðina veikind og álag sem því fylgir. Það fer mikil orka í þessar umræður á mörgum vinnustöðum og umræðan er ekki mjög lausnamiðuð. Við höfum svona fundið fyrir því og það var svo sem í þessu verkefni líka að við erum svolítið upptekin af þessum meðaltölum. Að sem sagt, fáir starfsmenn í veikindum haldi upp í háu meðaltali veikindaga á vinnustöðum. Og þegar þú talar út í hópinn þar sem að 85% starfsmanna mæta vel, þá er maður kannski ekki alveg að kaupa þessi meðaltöl. Maður er ekki alveg að tengja þau við sig. Og þess vegna hefur við lagt mikla áherslu á þetta að staðreyndin er þessi að það eru langflestir sem mæta vel til vinnu. Og hort svolítið sérstaklega á þennan hóp sem er frískur og reynt svona styðja við hann og hjálp. Og svo auðvitað þurfum við líka að styðja við þá sem eru í veikindum og sérstaklega þá sem eru í langtíma veikindum. Nú, það sem að skýrir kannski vinsældirnar er náttúrulega þessi gríðarlegi kostnaður sem fylgir veikindum og fjarvistunum. Og það sem kannski skýrir svona að mörg fyrirtæki hafa lagt við hlustir því að þarna sjá mér möguleika er hægt að draga úr kostnaði með því að sinna þessum þætti vel. Og það er bara mjög eðlilegt að menn geri það. Nú, þetta er svona þjóðfélagslega hagkvæmt að sem flestir séu frískir í vinnu. Við vitum auðvitað kostnaðinn sem að felst að því að fólk dett út af vinnumarkaði fyrir alla aðila. Og ég hef sem betur fer líkt og ráðgjafar hjá Virk, ég nú fylgst svolítið með þessum sögum á heimasíðu Virk. Þeir eru svona smá ævintýri að ég voru vitni að mörgum svona ævintýrum. Það sem að fólk er að koma tilbaka eftir langvarandi veikindi, jafnvel eftir langvarandi atvinnuleysi. Og það hefur fundið sig allt í einu í starfi og einhvern veginn lífið breytist. Og þessi ævintýri eru svo skemmtilega og svo gaman að fylgjast með þessu. Og síðan þegar maður hefur verið að fylgjast með þessum útreikningum, þessi frá talnakönnunum ávinning Virk, að þá, þegar ég horfa á þessa tölu, þá bara keypti ég hana strax. Bara 11 milljarðar. Mér finnst þetta bara, ég myndi halda jafnvel að þetta gæti verið meira, sko. Vegna þess að það fer svo rosalegu kostnaður í fjarvistur og veikindi. Og ég held kannski fyrir vikið að þá hefur þetta fengið mikla athygli og mörg fyrirtæki hafa opnað augum fyrir þessu og þetta er svona nýjasta trendið í mannauðsstjórnun á Íslandi finnst mér.
veit ekki hvað þú sammála mér. En þetta er svona smá trend sem að verða í þessu og sérstaklega hjá opinberum fyrirtækjum, þar sem að veikindin eru mikil, að þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Nú, ég ætla þá aðeins að segja ykkur frá árangrinum í Garðabæ og það var þannig að við höfum náttúrulega fylgst með tölum. Við höfum líka bara spurt leikskólastjórana svona beint út því þeir hafa verið kannski að garfa í verkefninu undanfarin ár. Og þeir eru sammála um það að það er minna umtal veikindi, minna svona neikvætt umtal. Og það er bara þannig að veikindi starfsmanna eru þetta bara mjög persónuleg og það er mjög viðkvæmt. En það sem að við teljum okkur, við höfum náð að gera er að hafa umræðuna svolítið meira í tengslum bara við fjarveruna og í rauninni áhrif fjarverunar á vinnustæðin. Við fengi fólki til að tala frekar um það heldur en einhver sé veikur eða eitthvað slíkt. Síðan er minnum veikindi og ég tek dæmi hérna einum leikskóla. Þetta dæmi er nánast ævintýralegt og maður eiginlega bara trúir því ekki. En þess vegna er svolítið gaman að varpa því fram. Að þarna eru leikskóli sem að var í erfiðum, það voru mikið langtíma veikindi 2012 og þið sjáu bara hvernig árangurinn er betri ár frá ári. Nú, auðvitað er þetta einhver heppni og þá gengur allt upp, en þessi leikskóli, hann beitti til dæmis viðveru samtölum mjög markvisst og vandaði sig vel við verkefnið. Nú, leikskólastjórnir segja líka að stjórnendur hafi betri heildarsýn á þetta viðfangsefni og sérstaklega þegar gerðu greinamunur á milli langtíma og skammtíma veikinda. Því að í rauninni er það þannig hjá okkur að við reynum að bregðast við þessum skammtíma veikindum með þessum viðveru samtölum en það er nú einu sinni þannig að öll lendum við einhvern tímann á lífsleiðinni í langtíma veikindum og þá þarf maður mikinn stuðning og mikla umhyggju til að komast í gegnum það. Í leikskólanum höfum við verið horft á 3 hópa, það er græni hópurinn, það er hópurinn sem er veikist sjaldan, það er guli hópurinn sem er svona ákveðin áhættu hópur og það virkar mjög vel að taka þennan hóp í þessi viðveru samtöl og síðan er það þessi litli rauði hópur sem heldur upp í háu meðaltali og það eru langtíma veikindin og þau eru flókin og kræfjandi og þá þarf að hugsa svolítið út fyrir kassan. Það þarf að finna lausnir og það er ekkert endilega, það er oft þannig að það þarf að breyta starfshlutfalli tímabundið, það þarf að auðvelda störfin og það er ýmislegt sem hægt er að gera. Og þetta er kannski svo reynsla sem við erum kannski hvað mest að byggja upp núna svona síðustu mánuði hjá Garðabæ. Nú, það hefur tekist ágætlega að gera starfsmenn meðvitað viðverustjórnina og leggja upp með það að allir sitji við sama borð. Það er einu sinni þannig að þegar þú setur einhverjar reglur að eins og við erum með til dæmis að 3 mánaða fresti ef að fjarvistadagar fari yfir 5, að þá er viðverusamtal. Ef þú fylgir ekki reglum, að þá er náttúrulega erfitt að skapa þessa menningu. Og við sjáum það að þeir sem að fylgja reglunum vel, að þeir ná bestum árangri. Það er að segja, það er svo auðvelt fyrir okkur að taka svona misjafnlega á fólki. Hún Sigga er nú aldrei veik, hún fékk hérna einhverja smá pest og ég er ekkert að taka hann í viðtal. En ef maður þarf að skapa einhverja menningu og fylgja einhverju verklagi, að þá skiptir máli að vanda sig vel við það. Nú upplifum stjórnandi líka svo að starfsfólki er meira hrósað fyrir mætinguna og brugðist við þegar að mæting er ekki nógu góð. Það er einu sinni þannig að við viljum fá að heyra þegar við stöndum okkur vel
og það nú ekki verra að maður fóði hrós fyrir það að maður sé mikilvægur fyrir vinnustaðinn af því maður mæti svo vel. Nú, við höfum gert svona pínlitla tilraunir, ekki með bónusa, en það hefur svona einn og einn leikskóli prófað að starfsmenn getur unnið sér inn frídaga. Og einn leikskólastjórinn orðaði það þannig að starfsmenn eru farnir að mæta svo vel, það er svo auðvelt að gefa sveigjanleika og gefa svona frí, því að það er auðvitað þannig að sveigjanleiki skiptir starfsmenn miklu máli. Og við vitum það að starfsmenn þurfa sveigjanleika til þess að ná þessu jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Það er ekki bara starfsmenn sem eru með veik börn heima eða fjölskyldu aðstæður, heldur er töluvert orðið það til dæmis í okkur að starfsmenn eru að sinna öldruðum foreldrum og þú þarft sveigjanleika til þess líka. Og síðan er betur fylgst með þegar að veikindum fjölgar skyndilega, því að það er svo algengt að við erum kannski með fáa veikindaga nánast alla starfsævina og svo gerist eitthvað og þá kannski erum við of sein að grípa inn í. Að til dæmis eitt gott dæmi á leikskóla hjá okkur, við vorum með 5 starfsmenn sem hafa allir starfað yfir 20 ár hjá Garðabæ. Þetta eru konur sem voru komnar í kringum svona 65 ára aldurinn og voru byrjar að glíma við stoðkerfisvanda og voru farnar að detta í mikið langtíma veikindi. Maður getur ímyndað sér að við hefðum gripið aðeins fyrr inn í, hvort að hefðum getað náð að afstýra þessu. Nú áskoranirnar, þær eru líka mikilvægar og það er mikilvægt að opna þessu umræðu fjarvistir og mér finnst einhvern veginn verkefni virku vinnustaðar, það gerði það mjög vel. Hópurinn kom saman og við opnum svolítið umræðan og unnum í hópum þar sem við spjöllum saman áhrif fjarveru á vinnustaðinn. Og það er mikilvægt ef að innleiða svona verkefni. Umræðumenning er oft óþroskuð á vinnustöðum og sérstaklega þegar stjórnendur fara alltaf í vörn ef að það verður að gagnrýna. Og það er svo mikilvægt að reyna að skapa þessa menningu að sé hægt að tala hlutin á þess að menn séu alltaf í vörn. Nú það þarf að skapa vinnustaðamenningu sem það sem er eftirsóknarvert að vera hraustur, borða hollt og hreyfa sig. Það er þessi tenging við heilsustefnuna, það skiptir miklu máli. Nú fólk þarf að fá mikla endurgjöf, fræðslu, við fengum mjög góða fræðslu í verkefninu virku vinnustaður. Og það er mikilvægt að viðhalda því og nú þurfum við náttúrulega að gera það meira á okkar kostnað. Við fengum þetta allt frítt sem var náttúrulega æðislegt. Sérstaklega þannig rétt eftir hrun. En í mínum huga eru stærstu áskorunina, það eru langtíma veikindin og hvernig við skipuleggjum endurkomu til vinnu. Því það er auðvitað bara flókið og þarf að hugsa það í lausnum. Nú hvað er það sem að einkennir það árangursríka vefurustjórnun? Hvað hefur gefist vel hjá okkur í Garðabæ? Áhersla á jákvæð og heilsusamlega nálgun. Það er algjört lykilatriði. Algjört lykilatriði að nálgast verkefni með þetta í huga. Þáttaka bæði stjórnenda og starfsmanna. Það er ekkert að tróða svona í koki og fólki. Við verðum að gera viðvörustefnu eða vinnuferli, samræmt vinnuferli við fjarvistir og við þurfum að fá alla með í liðið. Við þurfum að leggja áherslu á að verkefnið er til að auka velferð og tryggja veljan starfsmanna. Þetta er ekki bara einblín á agan og festu til að hafa kontroll á þessu, auðvitað þarf að vera agi vegna þess að þessi bara að tapa svolítið ef við erum ekki að horfa á, við erum að reyna að auka þessa velferð og tryggja veljan starfsmanna. Og svo auðvitað bara skýr viðbragðsáætlun við fjarveru starfsmanna. Hvað gerist ef 2 starfsmenn eru veikir á sömu deildin á leikskóla? Er eitthvað paník í gangi? Við erum búin að ákveða hvað gerist. Skiptir miklu máli. Það er nauðsynlegt að hafa viðmið vegna fjölda fjarvista. Viðmið geta verið misjöfn og það er mikilvægt að vinna út frá þeim. Það er auðvitað hægt að breyta þeim. Nú, starfsmenn, það þarf að vera verklag varðandi tilkynningar og skráningu fjarvista.
og það bara þannig að hjá okkur að við viljum að starfsmenn tilkynni sjálfir sína fjarveru og á okkur fyrirfram ákveðin hátt, til dæmis til næsta yfirmanns. Viðveru samtalið verkfærið og það gott verkfæri. Auðvitað þurfa mann að finna takt í því og prófa sig áfram, en það verkfærið sem hefur gefist vel. Umhyggja fyrir starfsmönnum. Það einu sinni þannig að við náum ekki árangri með fólk nema við sýnum því umhyggju. Það bara þannig. Og dæmið stjórnenduna, það auðvitað þannig að þessi óttastjórnun, hún ekki að virka í dag. Hún virkaði kannski hjá KR hérna í gamla daga í knattspyrnuþjálfun, en þetta búið. Það bara hlegið að svona, það lætur enginn bjóða sér svona vitleysu. Við viljum láta tala við okkur eins og fólk. Nú síðan auðvitað ekki gott að standa einn í því að leysa úr málum sem tengjast langvarandi veikindum. Þetta flókið, þetta krefjandi, þetta erfitt og þá þarf maður að hafa stuðning frá mannauðsstjóra, frá stjórnendum, frá utanaðkomandi ráðgjöfum, vegna þess að þetta og þetta virk hefur komið mjög sterkt inn í þetta og auðvitað virk að horfa líka svolítið á hagsmuni starfsmannsins, þannig að það þarf að vera þarna gott samband þarna á milli sem að það alltaf ef menn nálgast hlutina á jákvæðan hátt. Nú skipuleg endurkoma eftir veikindi skiptir miklu máli. Þið þekkið sögur þar sem fólk að koma og bratt inn í vinnu. Við höfum nýtt okkur viðverukerfi vinnustund til að auka yfirsýn og auðveldara að vinna með gögnin. Göngutúrar í hádeginu að slá í gegn hjá okkur í Garðabæ. Við erum að skipuleggja það í leikskólanum meðan börnin að hvíla sig. Þá skiptast leikskólakennarinn og starfsmennir í leikskólanum á að fara í göngutúra, efla svolítið orkuna og komast út í sólina sem farin að skína. Og síðan höfum við bara séð það að viðverustjórnun góð mannustjórnun og ég segi það vegna þess. Við höfum lagt fyrir kannanir og kannunin okkar, ef við skoðum bara Garðabæ, þessar tölur sem að þú ert að sýna áðan, að við erum allstaðar að bæta okkur í þessum almennu þáttum eins og álag, starfsanda, stuðning næsta yfirmanns og fleira. Við erum allstaðar að skora hærra á milli áranna 2011 og 2014. Að lokum, það auðvelt að klúðra þessum málum líka. Þannig að það mikilvægt að við sýnum aðgát. Langvarandi veikindin mjög krefjandi, en okkur hefur kannski ekki tekist að mínum að þetta nógu vel að ná þeim árangri sem ég myndi vilja sjá í því. Og þarna náttúrulega bara þetta svolítið nýtt verkefni, þannig að það tekur okkur tíma að ná réttum takti. Þátttaka starfsmanna skiptir öllu máli. Ekki koma með stefnuna klár og leggja hana svona ætlum við að gera þetta hér, heldur fáum fólki til að ákveða hver ætlum við að hafa viðmiðin hér. Hvað finnst ykkur vera sanngjörn viðmið? Þannig að við vinnum saman að þessari niðurstöðu. Þannig að galdurinn í mínum huga, galdurinn þessi agi sem þarf til að halda vel utan viðvöruna og viðvörustjórnunina, sýna starfsmönnum auðmýkt og einlægan áhuga og svo þetta bera umhyggju fyrir velferð þeirra. Takk fyrir.